Já, velkomin á Rauða borðinu á Samstöðinni klukkan 8 nú verður það fréttir. María Lilja og Björn Þorláks eru hérna með mér. Herðu, frétt dagsins kannski frá Sameinuðu þjóðunum. Þetta er bara heimasíðu Sameinuðu þjóðanna sem við erum með þetta. Það nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna kemst á því að það þjóðarmorð á Gaza. Já, það lengi búin á einum. Já, seint breytist heimurinn en breytist þó, vonandi. Já, ég meina það þessi lykilatriði sem að nefndir þarna, það hérna svelti og hérna innviðum og börnum og hérna ungbarnadauði og þetta nokkur box sem þarf að tikka í og það er ekki þannig sem kemur neinum á óvart? Ja, alls ekki. Við höfum náttúrulega fjallað mjög mikið þetta þjóðarmorð. Þetta er svo stuttilistin sem kom frá alþjóðasamtökum sérfræðinga þjóðarmorð? Einmitt. Ríkisstjórnin hefur svolítið verið að bíða eftir þessu eða hvað? Skiptir þetta máli? Já, þetta virðist skipta einhverju máli. Ef að fólk fylgdist með fréttunum í dag þá var svona alveg nýr tónn sleginn bæði í fréttaflutningi og líka... Fannst það eins og RÚV var að reyna að taka þessi á? Já, RÚV og BBC og það bara svona hinir ýmsu miðlar, mainströms svona stórum miðlar. Og það líka, ég meina það víða kallað eftir núna viðskiptaþvingunum og hérna ráðherra, ég held að utanríkisráðherra Svía, hún var harðorð, fór fram á og svona hérna sanctions sem að hérna þvingunir aðgerðir. Þannig að stjórnvöld eru að bregðast við eins og að með þessu að þá getur þau ekki setið hjá. Það var ágætis viðtal við Kára Hólmar Ragnarsson, ég held að þessi dósent í lögfræði við Háskólanum í Íslandi, Háskóla Íslands, í Speglinum. Það sem hann benti á, sem að hefur svo sem verið bent á við þetta borð í bráðum 2 ár, að þegar að alþjóðadómstóllinn sagði að alla líkur væru til, eða mikla líkur væru til þess að þarna væri þjóðarmorð, að það nægt tilefni til þess að bregðast við, því að það ekki þannig að þjóðum heims beri að bregðast við þjóðarmorði þegar það liggur fyrir endalegur úrskurður í dómstóls. Þetta ekki þannig, því þá yfirleitt þjóðarmorðið garð gengið og allt og seint. Samkvæmt alþjóðalögum átt að bregðast við þegar það sterkur grunur leikur á því og þeir bera að gera allt sem í þínu valdi stendur. Það hefur okkar stjórnvöld ekki gert og ekki stjórnvöld neins staðir í okkar heimshluta. Nei, ég tek undir að þetta var mjög gott viðtal. Góðu tónn sleginn í því. Ég tek líka svolítið undir með þér, María Lilja, að sko fjölmiðlar sem að ættu náttúrulega að vera leiðandi. Já. Þeir hafa reynst taglnýtingar og þetta gleðst maður yfir því ef fjölmiðlar eru að sýna aukna ábyrgð og festu núna í umfjöllun og eru bara að fjalla það sem þeir eiga að vera að fjalla í stað þess að vera alltaf að segir hann, segir hún og bara látum eins og þetta sé ekki að gerast þarna. En það líka svolítið ódýrt að stökkva á hana vagn en hérna... Við bentum svolítið á það í gær að það var langir fyrirlestrar frá Netanyahu bæði á Stöð 2 og RÚV í gær. Það var líka í morgunfréttunum. Það sem að morðinginn að réttlæta morð sín. Já, en ég velti fyrir mér svona í svona lagalegum sjónarmiðum, hvort að það sé reynilega réttlætanlegt að hleypa núna Netanyahu að borðinu og hvort að fjölmiðlar heims sem að geri það, hleypi honum að með þessar réttlætingar séu kannski bara að gerast sekir. Ég myndi kannski vilja orða þetta öðruvísi. Allir lagi svo sem að heyra hans sjónarmið. Ég meina, ég var alveg til að hlusta á viðtal við Putin og Netanyahu og allt það. En það sem er sorglegt við fréttaflutningur RÚV til dæmis, að það aldrei sá sem að tala fyrir hönd Palestínumanna. Við sjáum auðvitað að tala við svona almenning á götum úti, oft yfir sundurskotnum líkum fjölskyldu sinnar, sem fólk sem er í viðbröðum. En það allt önnur staða í fjölmiðlunum heldur en maðurinn með bindi fyrir aftan púltið, sem að færi alltaf að tala þannig sem autoritet. Palestínska þjóðin, hún sýnd bara í hörmungum, hlaupandi götunar, ríku og skítug í einhverjum tilfinningalegu viðbröðum við hryllilegum atburðum. En síðan færðu kannski að horfa á lækni á landamæra sem þá einhverju vesturlandabúar eða einhverju frá Sameinuðu þjóðunum sem að tala hvað ástand slæmt. Við fáum aldrei að heyra sjónarmið Palestínumanna gagnvart þessum átökum, hvernig þeir líta á Ísraelsríki eða neitt með þeim slíkum hætti. Og svo tölum við köllum ríkisútvarpið hér á landi almannaútvarpið og sagan svo að hún eigi að
draga taum almennings eða hún er að minnka valdahalla, hvort sem það í innlendri eða erlendri fréttumfjöllun, en maður hefur tekið eftir mjög svona mikið, valdið hefur verið elt, það hefur verið elt í fréttaumfjöllun Ríkisútvarpsins og margra annara stórra miðla hérlendis og víða í nágrannalöndunum. Og eins og ég segi, ámaður að fagna því ef það að verða stefnubreiting núna eða ámaður að bölva því að það hafi þurft þetta augnablik, þessa skýrslu. Þetta eitthvað sem þarf að gera upp, hugsa ég, svona með tilliti til sögunar sem verður skrifuð. Þetta verður allt gert upp og þáttur fjölmiðla í þessu þjóðarmorði ansi stór. Ég má bara atburðir dagsins eru líka þeir, og ég með frá New York Times, get ekki máli hvað þetta þessi frétt var alls þar. Það að Ísraelsmenn hófu stórsókn og að hrekja Palestínumenn suður á bóginn. Við erum líka með frétt frá Haaretz sem við vitnum oft í, sem að sýnir langar raðir af Palestínumennum sem eru að flýja bara ömurlegt ástand. Já. Það var ágætis viðtal við Magneu Marinósdóttur á Stöð 2. Það sem að hún var meðal spurði á því hvernig stæði á því að Ísraelsmenn gera þetta sama daginn og hún sagði að það þyrfti ekki að vera tilviljun, alþjóða stjórnmálafræðingur Magnea. Þetta hefði gerst til dæmis í Serbíu og Bosníu að Milošević hafi yfirleitt hert á öllum aðgerðum í hvers skipti sem að voru eitthvað svona alþjóðlega samþykktir eða eitthvað slíkt. Já. Og ástæðan það að hann taldi að hann hefði bara skamman tíma og þetta að drífa af ætlunarverk sitt. En það má kannski meta það að atburðir dagsins séu þeir að Netanyahu upplifir að hann hafi skamman tíma og ég veit ekki hvort að við höfum að líta á það sem kost að hann telji þá að sé einhver möguleiki á því að hann verið stoppaður. Hann hefur ekkert verið stoppaður hingað til. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna var í opinberri heimsókn og var að enn ítrekka einarðan stuðning Bandaríkjanna við Ísrael bara helgina. En undirbúningur þessa landhernaðarskrefs tekur hann ekki langan tíma. Tekur hann ekki vikur eða mánuði? Jó, ég býst því. En það kann að vera að þeir hafa bara verið tilbúnir og það sé ákveðin ögrun í... Já, ég held að sé nú bara þannig. Ég meina að það var blásið í stórsókn bara fyrir mánuði síðan þar sem að það voru þeir bættu við landgönguliðum Ég svo líka frá fréttum að því að þeir voru að innkalla fólk inn í herinn. Þeir voru með svona breikka þann hóp sem þarf að gegna herþjónustu. En svona í stuttu máli þá virðist manni Ísrael hegða sér eins og það þurfi ekki að hlíta neinum alþjóðasamningum, þurfi ekki að lifa í tilliti við nein önnur ríki með Bandaríkjaforseta sem að lenda núna í þessum töluðu orðum í London og að verða þar í tvo sólarhinga á Windsor kastalanum. Bretar hafa verið virkir stuðningsmenn Ísrael í þjóðamorðinu. Ég meina Bretar byggu þetta til. Það er líka núna þeir eru með svona njósnaflug og fleiri, þeir eru bara aðstóða Ísrael við þjóðamorðið. Það er eitt sem að ég raka augun í sem er dæmi þetta hvernig stjórnmálafólk og fjölmiðlar munu núna svona svo litið snúast. Það var Antonio Guterres, hann sagði þetta í dag að sagan myndi vitna hvernig Sameinuðu þjóðirnar stóðu einar með Palestínumönnum þegar enginn annars. Það var eiginlega reiður á blaðamannafundi. Akkurat. Og það var vera vænan það hafi ekki staðið með Palestínumönnum. Akkurat. Það þarf hugrekki og það þarf sjálfstæða dómgreind og dómgreindin þarf að byggjast upp á reynslu, þekkingu og einhverju samhengi til þess að bara ákveða það hvernig þú ætlar að fjalla þetta mál. Ég að tala fjölmiðla. Ég ætla bara að benda á það að ég held að samstöðun sé eini fjölmiðli sem haldið haus í þessu máli frá upphafi. Já, en þarna ég var að víkja sjónum mínum að Ríkisútvarpinu. Sem hefur ekki haldið haus. Nei, með mestu bjarginnar. Herðu, Rúvar með viðtal við Þorgerði Katrínu sem að má deila hvort það haldið haus í þessu máli. Hún var með þennan tón, þetta væri svo agalegt, þetta væri sem að allt í lagi ef að við stoppað hana sem bara venjulega konu í Kringlunni. En hún innanríkisráðherra. Hún hefur öll tæki til þess að gera eitthvað. Þannig að mér finnst henni standa ekki til boða að vera með þetta uppgjafa tal að þetta sé svo erfitt og hún verður að gera eitthvað. Ég alveg sammála, þetta var mjög illa valið orð
og viðbröðin eru eins og við séum ekki neittni stöðu til þess að gera neitt og við þurfum bara að fylgjast með þessu sem að gerast þarna hinum megin. Það bara alls ekki rétt. Nei, það alls ekki rétt. Þetta ekki góð tónn og kom það ekki líka fram hjá henni að Íslands stjórnvöld ætlaðu að taka sér alltaf 2 mánuði eða eitthvað svona. Það var 2 mánuði til þess að ákveða hvort þið ætla að fara með Suður Afríku í kærunni fyrir Alþjóðadómstólinn. Sem að minnst alltaf lagi, þar alltaf svona langi tímafrestir. Það ekkert kostisfursmál að gera það. Minnst alltaf lagi, það komin í október sú ákvörðun. Minnst það ekkert að því. En það margt annað sem getur gert á leiðinni og komu fram mjög sterkar kröfur frá fundunum sem voru samsýsluhelgi sem að hún getur bara sinnt. Hún til þess að beygja í þessari afstöðu. Hún var búin að segja að hún ætlaði bara að senda einhverju greinagerð inn í janúar, en núna þrýstingurinn aukast. Og ég meina það bara sumlítið gott að sjá það að sko þrýstingur almennings í þessu máli hefur áhrif, ekki bara hér, heldur út þetta heim. Já, og hún talar einmitt eftir grein frá Helenu Ólafs, öryggisfræðingi á Vísi ísraelska hermenn í fríi á Íslandi. Þegar hún brást aðeins við því í þessu viðtali og sagði að henni finnst það bara ekki boðlegt að Ísland væri gríðarstaður fyrir hermenn. Þessar sem að vera að standa í þjóðarmorði. Herðu, þetta var viðtali við hennar Þorgerði, en það ein smá frétt sem að tengist þessu. Ég veit, þetta helvítis Eurovision eins og sagt er. Það er svo að Spánverjarnir eru búin að samþykkja það að alltaf gera með ef að Ísrael verður með. Það var frétt af því í El País. Þetta nú bara því að við höfum rætt þetta hingað til, en þetta stríð verður ekki unnið á Eurovision. Nei, en það sem áhugavert við þetta að Spánn ein af 5 stór þjóðunum á bakvið þetta samband, þannig að þegar ég meina Spánn ekki með, þá svona farið að hrikta í stóðunum. Og þeir halda haus núna dag eftir dag, var það ekki á sunnudaginn ekki þriðjudagur? Jú. Var ekki fyrradag sem að þeim tókst ekki að klára viðburð, jólakeppni. Og þau einmitt gáfu þá út bara óvenjulega í gær að hermenn frá Ísrael fengju ekki að koma til Spánar. Það væri bara þvert ekki fyrir það. Ef að Þorgerður Katrín að leita sporum til þess að stíga í, þá getur hún farið til Spánar. Þeir eru ganga lengra heldur við. Já. Herðu, hér frétt sem að var aðalfréttin á RÚV vefnum lengi vel í dag. Það framkvæmdastjórn Sósíalistaflokks Íslands skorar og Sönnu að segja þessu flokknum. Já. Þetta áhugaverður snúningur. Maður veit þetta svona eins og manni dettur í hug að ef við nota sko landbúnaðarmál og horfum við kalt á þetta, myndirðu slátra bestu mjólkurkúnni? Nei, það myndir ekki gera það, en það er líka, það er annað í þessu sko kannski ef hugmyndin ekki að framleiða mjólk sko. Já, einmitt. Já, en byrju hvað á þá að framleiða? Einmitt, já, það felst framleiðsla. Þetta svolítið skrítið, ég meina nú verður þessi framkvæmdastjórn hafa sendt einhvern veginn boð í alla fjölmiðla og þú tókst þarna á Facebook hjá Sönnu, þar Akkurat. Hún hefur ekki fengið neitt tölvupóst eða símtal eða SMS, þetta var bara fréttatilkynning seld á Ríkisútvarpið. Var þessi frétt annars staðar? Vísir var búið að taka þetta upp, sá ég allavega, eftir RÚV. Ég í flokknum sko, ég hef ekki fengið neina tilkynningu mynda. Og það inn á kannski við neina umræðu flokknum. Þau bera við einhverjum trúnaðarbresti eftir hún sagði það að hún var að íhuga önnur framboð en að fara fram fyrir sósíalistaflokk. Já, en eftir því sem ég best kemst, og ég hef nú verið aðeins að lesa yfir svona lög og reglugerðir og stoppsamþykktir og að því að ég bara svo forvitin að vita svona hvort að framkvæmdastjórn flokks hafi þetta umboð, sko. Já, hún getur náttúrulega hópur sem þar situr. Ég alveg viss að þetta ekki í lögu flokksins að þetta sé hlutverk framkvæmdastjórnar. Nei, þetta það nefnilega ekki. Að reka fólk úr flokknum, þau geta það ekki. En hópurinn þarna, þessi bara vilt svo til að eiga, þetta eiginlega bara félagar í flokknum sem eru að skora á hann að segja þessu flokknum. Framkvæmdastjórnar hefur ekkert með það að gera, held ég. Nei. Ekki alltaf þeim flokki sem ég kannaðist við. Nei, þetta alveg ótrúlegt máli. Ég fór að, Þannig séru því svona, ég var eitthvað andmælti einhverjum þarna
og þá var sagt bara, viltu ekki vera að segja þú flóknum? Já, Þannig ég held að markmið sé að þau séu bara 15 eftir í sko, flóknum. bara svona út frá svona taktískum sjónarmiðum að ef að flokkur hyggur á að vera breiðfylking og nú veit ég ekki betur Það er víst að þessi flokkur ætli það. Já, þau hafa nú svolítið talað í þá áttina einmitt að það þurfa að sameina verkaliðin og það skiptir ekki máli, það geta að vera ólíka skoðanir en þú veist... Ekki lítið á Sönnu, ekki sem verkalið, hún er borgarfulltrúi og mannfræðingur. Sannarlega, þá er hún það en kannski er þetta því þetta er kannski stefnubreiting en þarf ekki að taka svoleiðis upp við flokksmenn, maður spyr sig. Þetta er svona, eins og fyrir mig sem að stend nú alveg fyrir utan þessa veröld, sko, þá maður hélt að holan yrði ekki dýpri sem þau voru búin að grafa en þau grafa alltaf. Það hefði eiginlega verið smekklegra að reka Sönnu og það hefði kannski verið svona, þú veist, það hefði verið hægt að ég veit ekki, tala sér gegnum það. Ég held að sé ekki gert ráð fyrir að sé hægt alltaf ekki þessi hópur, sko. En það held ég að sé ekki þannig, held ég að sé að hvað þarf að ganga á til þess eitthvað svo rekin úr samfylkingunni. Sko, samkvæmt lögum Sósíalistaflokksins, þá er það þannig að það er sko, það hægt að reka flokkufólknum ef eitthvað hefur ofbúslega alvarlegt gerst. Það var ekki eitthvað samviska sem var slembivalið úrval af Nei, það er trúnaráð. Það er búið að breyta því. 3 manna trúnaráð sem tekur til greina eitthvað og fær eitthvað til meðferðar og sé óskir það af málsaðilum, þá þarf að búa til 30 manna slembivalinn hóp. Þannig að þetta er allt mjög skrítið. En Þú fórst í rannsóknir á Landsbókasafninu og fannst það forsíðu á degi frá 1938. Já, og þetta er nú... Ástandið í Alþýðuflokknum er orðið alvarlegt. Já, þetta er fréttu hvað? Þetta er þegar Héðinn Valdimarsson er rekinn úr flokknum. Þetta þekkist alveg. Og það var til þess að Sósíalistaflokkurinn var stofnaður. Mikið rétt, já. Hann þótti nú reyndar að vera að daðra aðeins svo mikið við kommunismann. Það er svona. Það voru félagar úr kommunistaflokknum sem og kommunistaflokkurinn gekk inn í Sósíalistaflokkinn og svo vinstri hluti Alþýðuflokksins. Þetta var Sósíalistaflokkurinn eldri sem var til hana. Núna er verið að reka Sönnu út úr Sósíalistaflokknum. Ég veit ekki hvað þessi tengd það saga. Ég tók eitt myndband sem er úr Þetta heiti Ein pæling sem er eitt af þessum hægri podcastum. Það mætti Sólveig Anna að þeir vera að tala svona áberandi konur í Sósíalistaflokknum ef við getum spilað það. Hún er að vera að spyrja mig svona í hvaða flokki getur þú verið? Eitthvað líklega út frá átökunum í Sósíalistaflokknum. Ég var ekki að hlusta á þetta, ég bara fekk þetta sent. Okay. Ég núna þyrfti að fara í einhvern af flokkunum. Má ég giska Framsókn? Það er ekki margir eftir. Kannski væri einfaldast fyrir mig að fara í flokk fólksins. En hún segir þess að líklega sé eina sem hún getur gert að gangi í flokk fólksins. Já, þetta er nú bara frétt, myndi ég segja. Jú, verkalýðsleiðtoginn sé þarna. Þannig að það verður í Sósíalistaflokknum þessum sem að þessi hópur er með, það er engin Sólveig Anna og það er engin Sanna og... Nei, ekki Gunnar Smári. Nei. Ég er endar... Þú stofnaði nú þennan flokk? Já, en ég hef ekki sett mig úr flokknum. Ég býði þetta af mér. Ég hef ekki trúið því að þetta fólk haldi flokknum mjög lengi. Ef þetta væri þátturinn kvöldgestir, þá myndi ég segja hvernig líður þér? En það er verið að safna... Ég get orðað þannig, ég er hættur að vera heisa. Já. En við skulum fara vestur haf. Þar er morðingi Charlie Kirk. Hann fekk ákæruna birta. Þar kemur fram meðal annars að hann hafi verið að játa að hafa drepið hann vegna þess að hann var í svo fullur af hatri og hann varð að slökkva í þessu. Og miðað við ákæruna að þá er það líkara þeirri útgáfu sem hefur verið svona haldið fram á hægrimönnum. Kannist við það fór í gang svona kvittur að morðinginn hafi verið tengdur svona enn öfgafyllri hægri hópi og þetta væri uppgjör milli hægrimanna. Mikil forræðisdeila. Já, þetta og margir svona vinstramein í lífinu voru að dreifa þessu á samfélagsmiðlum, en miðað við ákæruna að þá virðist hann vera að hafa drepið
ástæður, aldrei þetta að vera með ástæður fyrir morðið, það er bara klikkun, en ástæðan sem hann sá fyrir sér að það að þagga niður í þessum hatursfulla manni. Og hvað gerist núna? Það við erum með nokkra fréttir af því. Af því að ég tók eina frá Politiken, það var nú bara til þess að benda á að þessi frétt út allt. Og Politiken þarna að tala að búið ykkur undir myrka tíma, sem ég var að fórst í Bandaríkina sem hann tók yfir podcast Charlie Kirk, hélt í úti í eitt þátt og að boða bara myrka tíma, að það séu mikil átök framundan. Við erum með frétt frá New York Times líka, þar sem að Hvíta húsið sé að undirbúa einhverjar árásir á svona vinstri sinnaða þingtanka og félög og eitthvað fleira. Bókabrennur. Já, ekki bara það heldur, bara harðar refsingar í garð sósíalískra og svona vinstri hreyfinga, sem að vinstri hreyfinga á bandarískan skala sem aukst hægra megin við miðju, sko. Ég hef stundum sagt, að þetta þinghúsbrunnin og það, nei, kannski það ekki það, þetta kannski líkar að morðinu á Ernst von Rath sem var nazisti, sem var sendiráðsfulltrúi í París og var drepinn þar, sem leiddi til kristallnæturinnar, sem var gríðarlegt ofbeldi gagnvart gyðingum. Og sömuleyti eru viðbrögð Hvíta hússins öll í takt við þetta. Ég með aðra frétt frá Fox News, þar sem að hann Patel, sem yfirmaður FBI, sem að við erum með fréttir af því að við búum að reynsa út úr FBI allir sem að voru grunar að kjósa eitthvað annað en Trump. Þannig að það orðið eiginlega bara stjórnmála, eða það eiginlega lögregluarmur Trump og MAGA hreyfingarinnar. Að þeir fara að elta peningana, að leita að því hverjir að fjármagna eitthvað sem kann að líta út eins og hryðjuverka undirbúningur eða einhverjar ofbeldis árásir gegn hægrimönnum. Og svo kannski svona svolítið tengt þessu að þetta úr LA Times og það hefur verið að tala að svona árásir á transfólk og þær hafa magnast upp og það maður augljóst í fréttunum af þessu að það mikið lagt upp úr því í Fox og New York Post og svona ýmsum blöðum að eina af ástæðunum fyrir hafi verið hatur herbergisfélaga hans sem vill skipta kyn gagnvart Charlie Kirk og þar leiðandi og maður sér fyrirsagnir og í ummælum til dæmis í þáttum á Fox og fleira þar sem verið að halda því fram að transhugmyndafræðin sé raunverulega hryðjuverkastarfsemi. Sko, þetta finnst mér allt mjög áhugavert vegna þess að þannig er bara verið að kveikja upp bál og það eru auglýsar svona ástæður fyrir því. Þannig eru bara harðlínu öfl sem vilja andstæðinga sín í burtu. Þannig kemur eitthvað svona tækifæri í þessu hræðilega morði, þetta bara hræðilegt morð. Og sko það sem að mér þykir áhugaverðast einhvern veginn hvernig okkur tókst á Íslandi að yfirfæra þetta á sko 0-1 og núna... Þetta gerir þetta innlandsmáli? Á gera þetta einhvern veginn. Það ekki að finnast aðeins út? Sko, já, ég veit ekki, nú fylgist ég aðeins með Ísland þvert á flokka og svona inn í svona alls konar hópum sem eru svona kannski á skjön við mínar eigin pólitísku skoðanir, en bara allt til þess að fylgjast með og fylgjast með samtalinu. Það virðist ekki vera þar, sko, en mér finnst það að vera frekar að finnast út heima, en hins vegar finnst mér sko vera að gefa í Bandaríkjunum og þetta líkingi við kristallnóttina sé að verða alltaf svona meira aðgaldandi. Þetta er alveg ótrúlegt að hlusta á umræðina sem þarna eins og á Fox og víðar og mér finnst það bara og líka hvernig fólk í Hvíta húsinu talar að nota þetta og eins og þegar hefur verið alltaf að nota FBI til þess að brjóta niður umverulega alla svona hópa sem ekki á línu Hvíta hússins. Þetta er orðið svo líkt fjórða áratugnum að það er bara Þetta er himnasending þetta mál fyrir Trump.
og fyrir þá stefnu sem hann löngu byrjaður að framkvæma og þetta verður eldsneyti og þetta hraðar öllu. En það sem hann fær réttlætingu frá einhverjum hópum sem að áður hefðu staðið í lappirnar og áhrif þessa verknaðar eru bara, þau gætu orðið svo svakaleg. Sko, ég sá hérna svona klippu úr podcasti Candace Owen sem var mjög náinn vinkona Cheryl Quirk og svona skoðanasystir þar sem að hún fer svolítið yfir aðra sögu, ég mæli eiginlega bara með því að fólk leiti þetta uppi og þar hún svolítið að svona tengja ákveðna punkta og hún talar Netanyahu og Ísrael í þessu samhengi. Það eru miklar sögur sem að ganga það að Cheryl Quirk hafi svona færst frá Ísrael og viljað fara deilur inn í makarhefingunum það. Hún fullir að hún sé hreinlega með bara gögn. Blúmfeld blaðamaður, hann hefur verið að benda á að Cheryl Quirk hafi verið á fundi bara fyrir nokkru vikum þar sem að hún verið að setja stóli fyrir dyrnar að hann gæti ekki klofið makarheifinguna gagnvart Ísrael, við erum öll að standa með Ísrael og hann hafi neitað að beygja sig undir það og svo var hann skotinn. Þetta er náttúrulega í Bandaríkin sem eru full af pólitísku ofbeldi og full af samsæriskenningum og það er ekki þannig að allir sem hafi verið drepnir í pólitískum aftökum hafi verið drepnir af einhverjum svona lone wolves sem eru klikkaði menn út í bæ. Og mér líka við að bæta við fulla fyrirlitningu gagnvart fátæku og undirsett fólki. Já. Herðu, þetta er eitt sem að skautur sérna inn, hann Luigi Mangione sem að drap forstjóra tryggingafélags skautan, þið munið eftir þessum saksóknari vildi að hann yrði kærður eftir skilgreint sem hryðjuverk og saksóknari hafnaði því. Ég tek þetta svona með það því að hann kannski eitthvað sem bendir til þess að dómskerfið í Bandaríkjunum geti stoppað einhverja svona hugmyndir. En þetta er tekið bara sem morð framið í reiði. Þetta er fjölskylda hans var svikin að þessu tryggingafélagi og hann skaut forstjóran. Ég veit ekki hvað það sé svipamál en við ræddum svolítið í gær Hells Angels og aðgerðir lögreglunar og svona hugmyndir meðal annars afbrotafræðinga að lögreglunni bæri að kæfa svona í fæðingu og þetta heldur aðeins áfram í dag og þetta er haft eftir dómsmálaráðherranum, hún er bara ánægð með aðgerðir lögreglunar. Já, þetta er það. Ég kom inn hérna í gær í fáum orðum að ég er ekki hrifin af svona forvirkri rannsókna starfsemi þar sem að lögreglan getur bara gripið til aðgerða gegn fólki fyrir að gera ekki neitt í rauninni bara vegna þess að bara þá langar það í rauninni það er ekki einu svona rökstuddur grunur þarna baki, það þarf ekki að rökstuða neitt grun, lögreglan getur bara gert í rauninni það sem henni sýnist. En er það ekki rökstuddur grunur að þetta sé Hells Angels? Já, það þarf þá að væri eitthvað rök fyrir því að Hells Angels á Íslandi hafi og eitthvað tímann verið í svona sömu glæpum og kollegar þeirra í Danmörku eða á Norðurlöndum. Þú er grunum að lögreglunni verði ekki veitt eitthvað aðhald í þessu að þá myndi það hægt og bítandi ferðast yfir og eitt daginn myndi koma og ég held að það sé mikilvægasti punkturinn í þessu er ekkert að ég hafi kenni eitthvað sérstaklega í brjósti Hells Angels fyrir að passa. Þessu það er bara meira Já, og einmitt, Solaris og ég og Sema Erla, við bara persónlega, við erum þá á svona svörtum lista Trump ef að við værum þar. Og það eru menn á Íslandi sem eru að kvart yfir því að við syrgjum ekki nógu djúpt Cheryl Quirk sem eru á því að til dæmis Solaris eigi að skilgreina sem stuðningsaðila við Hamas og þar með hryðjuverkahóp. Það eru menn sem að ganga hér á meðal okkar sem hafa ekki meiri virðingu fyrir málfrelsi og tjáningarfrelsi. Já, ég veit ekki, ég er búin að velta þessu öllu svolítið fyrir mér. Það getur enginn, það trúir þess enginn í alvörunni samt. Það trúir þess enginn í alvörunni samt. Er það? Þetta sé svona. Er ekki sannleikurinn bara löngu dauður? Já. Skiptir hann okkur máli? Ég held að það sé kannski punkturinn, já. Sannleikurinn er samningsatriði. Já, þetta er svona réttlætingarpólitík. Maður spurning hvort að það sé Ómar Ragnarsson á afmæli í dag. Já, 85 ára. Eitthvað sem það væri 50 landvætturinn. Já, Ómar er yndislegur maður. Ég kynntist honum þegar við unnum báðir á Ríkisútvarpinu og það vakti athygli mína þegar ég var að hlusta á Bylgjuna í morgun
að þar var viðtal við Ólaf Sveinsson. Hann kvikmyndagerðarmaður sem búinn að setja mikla vinnu í það að búa til heimildamynd Ómar. Ég held hún spanni 25 ára skeið og það kom fram í þessu spjalli á Bylgjunni, Bítinu í morgun að eins og segir þarna að bæði reyndi kvikmyndagerðarmaðurinn að fá Ríkisútvarpið til þess að heiðra Ómar með einhverjum hætti á þessum tímamótum 85 ára afmælinu. Hann talaði við Kastljósið, Fréttastofan, einhverja dagskrárgerðarmenn, kom alls þar að loka undir. Þessi maður sem búinn að vera fórnaði lífi sínu áratugum saman fyrir Ríkisútvarpið og gerir stórkostlega hluti og neita að sýna þessa heimildamynd sem hann að vinna og spannar 25 ár. Og það lá alveg ljóst fyrir hjá honum Ólafi að sko þarna væri einhver umdeilanleiki sem að skýrði þetta að baráttans Ríkisútvarpið vildi ekki hampa Ómari. Já, vegna þess að hann þá náttúruverndar-sinni vegna þess að við vitum það á einhverju tímabili þá stigðist stór hluti Austfirðinga þegar hann var að gera sín okkur draga landi fram og sín okkur perlur sem yrði fórnað við Kárahnjúkavirkjun og ekki bara Ríkisútvarpið orðið svona sko. Það hlýtur að þola eitthvað sem umdeilt. Það getur ekki bara verið með eitthvað sem óumdeilt og hent öllu út sem einhver getur fundið að. En hefur Ríkisútvarpið ekki akkurat verið í því að hampa sínu eigin fólki í vaxandi mæli, hvort sem einhverja hættur eða ekki? Hann virðist ekki verið þeirra maður. Rétt þetta sem kemur fram hjá kvikmyndagerðarmanninum að þau hefur ekki einu sinni sko Bylgjan var bara með hátíðar dagskrá Ómar bara meira mun í allan dag. Það var bara verið að tala hann í öllum þáttum. Ég svissa svolítið yfir á RÚV, ég hef ekki heyrt að Ómar hafi verið til og hugsið ykkur sko þessi þjóðargersemi sem að þessi maður var. Hann var tónlistarmaður, skemmtikraftur á þess að kunna hljóðfæri, rallymeistari, frábær fréttamaður, þáttastjórnandi, stiklurnar. Það næstu eyðilagði bernsku mína af því að það var til svona plötuspilari og bara ein plata það var ég ber það bara merki þess að ég kann eina plötu Ómars Ragnarsson utanaf en svo var náttúrulega þeir sem voru með mér í fjölskyldu þurftu að hlusta á þetta linnulaust. Já, ég meina hann átti líka bara drjúgan hluta minni æsku og fyrst þegar ég hitt hann þá bara þú veist, ég var bara starstruck sko og en allavega þetta umhugsunar efni og ég held að þessi gagnrýni hjá sem kvikmyndagerðarmanni hún fær ákveðin svona hljómgrunn í því að okkur hefur fundist eins og við höfum verið að tala hérna fyrir þessum þætti að Ríkisútvarpið skorti hugrekki og sjálfstæði og svona það stundur hlaupi undan sér þegar ræðir eitthvað sem umdeilt erfitt og leyfa bara margs konar umræður ekki alltaf að reyna að finna eitthvað svona miðjutón. Nákvæmlega og mögulega Ómar Ragnarsson 85 ára dvelur á Landakoti núna í hvíldar innlögn. Mögulega hann fórnarlamb einhver sem að mývetningar myndu kalla aumingjaskap. Herðu, ein frétt úr Morgunblaðinu ég veit ekki hvort að þeir að fylgjast með þessu það svolítið svona eins og við sem að fara að finna olíu hérna það eitthvað komið í gang. Þetta sturgluð umræða. Þetta sturgluð umræða. En hún með þess að komið svolítið langt, þú veist, það engin að leita olíu en samt verið að rífast svona allt formið á því hvernig þetta að vera. Það svolítið svo fólk sé að rífast alltaf að skipta gróðanum áður en að og innringendur á Bylgjuna af því að ég hlustaði svolítið á Bylgjunni það var einhver símatími og rosa stemning að núti eftir svo óbúðslega miklu að slægjast og við getum alveg haldið áfram með orkuskiptin við bara seljum hérna olíuna bara eitthvað út og við getum alveg haldið áfram bara að menga ekki þér og svona og núna þetta eins og sambar þess að frétt í mokan nei, kannski ekki sniðugast að stofna ríkisfyrirtæki maður að láta enga fjárfestana sjá þetta bara hvað brjálæði það hefur ekki verið tekið fyrir olíuleit en ég var hérna með náttúruverndar í Rauðaborðinu á eftir og þar voru þau með hugmynd það bara eitt sem þarf að gera það að friða Drekasvæðið það þarf bara ekki að tala þetta lengur þar eru neðansjávar fjöll ég held að það sé meirihluti það sé ekki meirihluti landsmanna fyrir þeirri tilhugum já, ég veit ekki ég held ég gerði könnun meirihluti náttúruverndar það Íslendingur alveg til í eitt gullæði en þetta ekki líka bara einhver spuni þau ætla að djöflast á ríkisstjórninni Heiðar Guðjónsson þau ætla að djöflast á ríkisstjórninni eftir að
Jóhann umhverfis og orku og loftslags ráðherra sagði ekki alveg þvert nei sko og eru þau ekki að reyna að búa til einhverja óeiningu inn í ríkisstjórnarflokkunum og eitthvað sko, ég veit það ekki. En ég bara veit að árið 2025 og ef við höldum áfram að losa eins og við höfum verið að gera þá allir líkur á að það muni bitna alveg rosalega á afkomendum okkar og bara náttúrulega þegar bara talað aldauða bara örskumum tíma. Talandi gullæðis þjóðina Kolbrún Halldórsdóttir talaði svona eins og þú var inn í VG mætti halda að væri bara öruggu svæði í öruggu rými hennar pólitíski ferill eyðilagðist raunverulega á því að hún hafnaði olíulit. Já, hugsa sér. Það hennar félagar bara gengur frá henni, muni ekki eftir þessu. Það verið svona dæmið það þegar einhver segir eitthvað. Já, það er þetta vald uppi heninganna sem að... Bara með Íslendinga og morgundaginn líka, sko, við virðumst ekki geta velt fyrir okkur afleiðinga gjörða okkar á morgun. Við erum alltaf í deginum í dag. Bara í þessu samhengi verð ég bara að mæla aftur með þessu viðtali við náttúrulega fólkið eftir. Herðu, nú kemur Trump tíminn í fréttunum. Hann að það að stefna New York Times fyrir 15 milljarða bandaríkjadollara. Vil ég reikna hvað það mikið það? Það svolítið mikið sko. Sinnum 200, 180. 1800 milljarðar. 1800 milljarðar. Ég veit ekki einu svona hvað það mikið. Hann hefur gert þetta áður og svo fær hann einhverja sátt og eitthvað svona þannig að hann stefnir og fær eitthvað út úr þessu. Ég ætla að vera með fleiri svona fréttir Trump. Það hann að hóta því að draga úr öllum stuðningi við New York fylki vegna þess að Kathy Hochul sem fylkistjóri lýsti yfir stuðningi við Mamdani sem vann prófkjör demokrata í New York fyrir að vera borgarstjóri og við höfum svolítið fjallað en hún sérst lýsti yfir stuðningi við hann sem nú kannski bræðilegt, þetta sinn frambjóðandi og þá hann að hóta að draga úr fjárstuðningi alríkisins við New York fylki. Það frétt frá LA Times þar sem að hann kemur fram með kröfur hvað háskóli þar í Los Angeles þarf að gera til að halda styrkjum og ég tók þetta eitthvað saman þetta svo klikkað sko á ég að segja ykkur aðeins frá þessu. Já, hvað það? Það er bundnar styrkir, þetta eru $200,000 árlega og það að setja upp sjóð þetta er að fá peningin þá er að setja upp sjóð fyrir þá sem að verða fyrir líklega myndi að heita svona árásum woke fólksins þannig að það geti varið sig fyrir því. Tryggja að nemendur sem eru með bandarísk viðhorf og vestræn viðhorf fá ekki að fara í nám. Og það að hluti af þessu á það að vera að háskólinn borgar eftirlitsstofnun sem að fylgist með sér að þau haldi við samkomulagi sem að Trump gerir við sig. Og hann þarf að birta árlega svona lýðræðislega úttekt á því að þarna séu öll viðhorf og þá var nú fyrst og fremst þau viðhorf sem að Trump er með. Þessi hugmyndin er svo að vinstrimenn hafi eiginlega stólið háskólanum, þannig að nú þarf að gera átak til þess að koma hægrimönnunum og talandi eins og vorum talað áðan hvort að við séum í 34 í Þýskalandi eitthvað. Það er mjög líklegt á því. Þeir verða að gefa út opinbera yfirlýsingu að háskólinn viðurkennir ekki lengur svona sjálfsmynd transfólks. Hafnið því bara að transfólk sé til. Hætti að allri svona kynjamiðari umönnun börn og ungmenni sem að tengja þessu transfóbíu þeirra. Og það er veldig góð og það er það má alls ekki vera það verður að birta þessari eftirlitsstofnun allar einkunnir og allan framgang skipt eftir kynþáttum sem er verið að eins og Charlie Kirk var alltaf að halda fram að það veri stórkostleg mannréttindabrót á hvítum að það hefði verið tekið fram yfir konur fram yfir kalla
út frá kynjasjónarmiðum sem þetta eigi ekkert við lengur eða svartir fyrir hvíta og þröndugotum. Þetta sem sagt kröfurnar sem að fylgja því að þessi háskóli fái áfram fjárframlög frá ríkinu. Og maður fyrir að hugsa sko, þegar þú settir þessar 3 fréttir svona fram í röð áðan að sko peningarnir í hans huga og margra í kringum hann eiga alltaf að sigra siðvit, mannvit, allt annað. Hann notar peningana, svo notar líka FBI og hann notar bara ríkisvaldið og afl ríkisvaldsins til þess að ná sínum sjónarmiðum fram og brjóta niður andstæðinga. Já, og skilabúðin alltaf þessi sömu að með peningunum þá hefur þú sigur. Já. Og ég verði að velta þessu fyrir að því að þið kannast við umræðin hér að kemur svona umræðin, nei, það má alls ekki kalla þetta fasisma, sko. Ef þú kallar þetta fasisma, þá verður þetta fasismi og þú veist, það má ekki kalla rasistana rasista því að þá verður það rasistar eða eitthvað, þá verður bara auki. Þú veist, ég veit ekki hvað að ganga langt þessi, sko, meðvirkni með, umbreytingu Donald Trump á bandarísku samfélagi. Nei, ég veit ekki heldur. Herðu, talandi umbreytingar, það voru kosningar í ungir samfélgingamenn, ungir jafnaðarmenn, heita það? Já, þetta er alltaf skemmtilegt. Það átti að vera kosning og svo dró fyrirverandi formaður sér tilbaka. Einmitt, og Moggin kemur með fréttaskýringu í Staksteinum í dag að hún hefði dregið sig tilbaka vegna þess að forysta samfylkingarinnar Kristrún hefði orðið fúl yfir því að það hefði komið einhver ályktun gegn skólagjöldum, innritunargjöldum Loga sem er að hækka töluvert og henni hafi verið fórnað og þessi ungi maður Jóhann Óli sem er kallað Jóli hann hafi fengið þennan titil vegna þessara hjaðningavíga og allir þurfa augljóslega að ganga í takt í samfylkingunni og mér finnst þetta svo fyndið, ég var svo heppinn að ég gæti náð í hann Jóhann Óla og hann mun verða hér í viðtali í kvöld og það er kannski til marks slagkraft, skort á slagkrafti Morgunblaðsins að ég tók við það viðtalið klukkan 12:30 í dag, Moggin kom út, borinn í hús klukkan 6 í morgun og eitthvað svoleiðis og þegar ég fer að innan eftir því hvort það sé eitthvað til í þessu þá hafði hann ekki hugmynd að hann væri til umfjöldun í Stakstein. Þetta er svo sorglegt sko. Davíð tekur hann í Stakstein og alltaf aldrei sem láta finna fyrir því. Hann veit ekki af því. Ef hann hefði ekki hitt mig þá vissi hann sennilega ekki ennþá. Ég hef lent í þessu, ég hef lent í Staksteinum og 4 dögum seinna var mér bent á því að ég hefði verið þar. Það hefði enginn sagt mér þetta. Hvernig í óskapunum má maður að vita þetta? Það er ekki sem að sé alltaf að fletta einhvern tímann hefur kannski vitað það en ég þarf held ég að barna þetta sko og segja það að viðbröð hans við þessu er að þetta sé algjör þvæla það sé ekkert hæft í þessu rálti. Já, einmitt. Ég veit ekki betur það hafi nú komið ágæti skýring frá unglegunum sjálfum hvers vegna þau hvers vegna þetta fór svona. Herðu, það er næstverða Morgunblaðið. Það er verið að selja loftslagsheimildi fyrir 10 milljarða, þetta því kannist við svo frétt, þetta er alltaf. Þannig að þetta er orðið þannig að þarna kemur eiginlega fram að við þurfum að gera þetta til þess að eiga fyrir nýjum virkjunum. Og þetta er svona svolítið svindl, myndi maður ætla, og selur einhverjum sem er að brenna kol, að hann fær eins og þetta sé hrein orka. Við hins vegar seljum svo kól í álverið í Straumsvík og það skiptir ekki máli að þeir segja þetta síðan á Íslandi með endurnýjanir orku og tekkan ekki náðu þessu. Hvað er þetta? Þetta er svona svolítið eins og fjárdráttur. Já, þetta er ekki eins og hvernar business. Mamma myndi slá á puttan á mér ef ég var að vinna. Já. Já, þetta er ekki mjög heiðarleg starfsemi. Nei, þetta er ekki heiðarlegt. En við græðum á þessu, þetta er svona saman móli. Já, þetta minnir mér svolítið á Snorri Ásmundsson var alltaf með svona aflátsbréf. Já, kannski er þetta hann. Já, kannski er þetta hann eitthvað. Herðu, það er heimildin hefur verið að fjalla svolítið húsnæðismál. Ég tek þetta nú bara upp svona þeim til heiðurs. Allt og lítið fjallað húsnæðismál. Þetta er saga af 2 vinum sem að fengu ekki greiðslumat en þeir gátu skráð sig í sambúð sem þá svona samkynhneigt par og þá fengu þau og það gátu keypt saman íbúð. Svo kynntust þeir sikkur í stelpunni og endaði með því að þessi sem er á myndinni hann seldi vini sínum íbúðina og er núna með pínlítil sjóð og er að hvort hann geti keypt
sem ekki endilega víst að sé hægt. Það eru margir sem hafa skilið sem að komast að því að þeirra hjónin skilja hafa hvorugt með nógu mikinn pening til þess að kaupa sér nýja íbúð. Ég ætla líka með viðskiptablaðið sem er svolítið fyndið blað. Þeir eru með þessa frétt hérna. Ríkisstarfsmönnum fjölgaði nærri 540 í fyrra og birta mynd þarna eins og að opinberir embættismenn séu eiginlega að fara að taka yfir stjórnarráðið. Það er svolítið invasion of the body stances, einhvern veginn svona, þetta er eins og hryllingsmynd. Ég flett upp í Hagstofunni hversu störfum hafi fjölgað þetta ár sem er hérna tekið og það var 8.500 sem störfum fjölgaði. En viðskiptablaðið finnst alveg herfilegt að þessu 540 af þeim sem eru opinberir starfsmenn. Herðu, en við erum búin að eiga margar fréttir, við erum bara að fara seinna yfir þetta, en við ætlum að enda hérna á myndbandi sem að þú týndir til, María. Já, ég var bara sérstaklega hrifin af því, mikill massiva takk aðdáandi og hljómsveitin hélt tónleika, ég held að það hafi verið í Berlín í gær. Þetta var þar sem þeir notuðu þessa svona eftirlits greiningarvélar, lögreglu svona heimilda, þetta sem að lögreglan nýtir til þess að njósna og skoða borgara og við getum bara skoða þetta góða myndband. Já, við bara já. Þannig að verið að taka myndir af áhorfendum með svona... Já, þannig að þetta er rauninni fólki sem var að horfa, varði einhvern veginn að sjófinu og þarna var bara... Og það greint bara andlitið, tölvan greinir andlitið. Akkurat, og þetta er pólitísku gjörningur alveg stórkurslegt og flott sem að sé að taka auðvitað frábær. Engi sem var hann í framhjóðaldi sem var nappaður. Einmitt, já, nei, og þú veist, ég meina... Þetta eru fréttirnar, María og Björn, kærar þakkir. Framundan er rauðaborðið, hvet allar til þess að fylgjast með því ef þú ert að horfa á YouTube eða á Facebook þá ert að finna annan svona þráð við slökkum á þessum hér en ef þú ert að horfa í sjónvarpinu eða hlusta í útvarpinu þá þetta engar áhyggjur að rauðaborðið er framundan. Jæja krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.